Foreldrar sem eru náttúrulega sko, hann hérna Brynjar vinur minn, körfuboltaþjálfari, hann náttúrulega segir þetta sko, foreldrarnir eru aðal vandamálið og þegar maður tala við foreldra í dag og þú veist maður er að tala um spjaldtölvurnar og annað og þeir segja, veistu hvað þetta er erfitt, þið fara bara til vina sinna en ég verð að gefa hann svona bara heyrðu, statt þú allavega í lappirnar skilurðu, talaðu þá við foreldrarna segðu þeim bara, heyrðu, ég vil ekki að krakki minn verði heilalaus þegar hann verður aðeins eldri þannig ég vil ekki hafa hann í spjaldtölvum allan daginn takið Wi-Fi-ið af, sérstaklega á kvöldin takið það bara af, ég meina það var fullt af foreldrum, þetta var gert við mig og maður var alveg óður maður, ég var í miðjum leik maður, þú skilur ekki online leiki út af því að nú er ég að tapa öllum fyrir hinum vinum mínum heyrðu, stattu bara í lappirnar, segðu þú ert foreldri og því bara fylgir ábyrgð og þetta er sko undirliggjandi rót þess vandamáls að mínum mati er náttúrulega ákveðið hugafar, ég var líka að lesa hérna grein núna í morgun sem var á vef SIBS held ég, þar sem að einhver master í hérna jákvæð eða svona sálfræði eitthvað dót, flott hjá honum en ég minna hann var að segja hérna já, rannsóknir sýna það að hérna það er rosalega skaðlegt ef að fólk er að tala um það að það eigi að vera einhvers konar svona jákvæðni í þínu hugafari og þú er að reyna að finna þér aðstæður þar sem þú þarf að takast á við verkefni út af því að þegar að sumir heyra það sem að kannski er ekki alveg tilbúnir til þess að takast á við verkefni þá verða þeir svo leiðir og ég bara guð minn góður hvað er það að segja hvers konar tortíming á samfélagi er það að við ætlum að fara að beina fólk í það að sko ekki bara ekki að takast á við vandamál heldur að tala ekki einu sinni það að takast á við verkefni lífsins út af því að það gæti mögulega einhver hérna Bubbi sem er einhver sófakartefla fundist að vera leiðilegt út af því að hann getur ekki rifið sig í gang hvers konar hugafar er þetta? En það er, þú veist, í þessu hef ég nú oft bent á það að auðvitað eru foreldrar svona